byrjuð. Hérna þessi snúningsáttaskiptara hérna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það er, hvernig getur að fara í það. Hérna inn á innunni er eitthvað staðar þessi Eaton Wiring Manual og ef við opnum hann þá og ég ætla að sjá hvort hann opnast ekki hérna í hann er ekkert opnast. Jú, það kom og í þessari góðu bók í rauninni teikningar af öllu sem maður getur að tengja. Eitthvað staðar hérna til eitthvað sem heitir All About Motors. Það var einu sinni sér handbók en náttúrulega þar sem þetta er rafrænt þá er þetta bara orðið hérna inni. Og upphaflega frá Klockner & Möller. Svo keypti Eaton Klockner & Möller, þannig að þetta er orðið Eaton. Við ætlum að leita að stjörnu þrýting sem heitir Star Delta hérna. Star Delta switching of three-phase motors hérna. Kemur fyrst þetta sem að hjálpa okkur nú eitthvað lítið. Svo kemur þessi pæling hérna sko. Þetta er í rauninni það sem að er gert í stjörnu þrýting hérna. Eða þar sem þetta er stjarnan hérna. Og já nei, þetta er ekki góð hérna. Þetta er ekki góð útskýring. Hérna, þessi. Hér erum við með teikninguna sem við erum að leita að og þá virkar þetta þannig að stjörnu þrýting, þá byrjar hann að fara í stjörnu og svo í þrýting og þá eru teknir allir 6 endarnir út úr mótornum inn í stýringuna 6 vírar pluss jörðu náttúrulega og þá byrjar þetta þannig að þessi hérna Q11 heitir hann hér ekki talið að setja Q1 og eitthvað þannig þeir láta þetta heita Q11 og Q13 þannig að þessi og þessi hérna þannig að þeir fara inn fyrst þessi tveir hérna stjörnutenging, þið sjá að þetta er bara stjarna hér það er bara búið að tengja saman hérna skamhleypa hérna hinum mér á seguleganum svo þegar mótorinn er komin í gang og slaknar á þessum segulega og þessi kemur í staðinn að komin í þrýtingstengingu það er ekki flóknar heldur en það þannig að svo er nú hérna skemmtileg pæling Arrangement and rating of protective devices hvað er þetta? Já, við sjáum það að ef að við erum með þessa tengingu hér og yfirálsvörnina hérna þá er ekki öll amperinn að fara í gegnum þessa, það er eitthvað að koma hérna þessa alveg líka það ekki þannig að rekkurinn yfir á síðu þannig að hér segja þær F2 að F2 er að vera stiltur á 0,58 af þessu mótorinn þolir ef við höfum yfirálsvörnina þarna við getum alltaf sett bara yfirálsvörnina hérna á undan, hérna fremst og þá er hann bara rétt stilt en ef hún er hér þá er hann þarna og það er sem ég segja og hérna segja motor protection inn við stjörnu og þannig að þegar hún er hér þá verður hún sem sagt bæði stjörnu þrýting en hérna verður náttúrulega ekki alveg rétt vegna þess að hún er náttúrulega stilt fyrir þrýtingin en ekki stjörnuna
tekur meiri straum í þrýstingstenginguna ekki. Gæti slegið út en hann væri ógeðslega lengi á stað. Já. En það er svo rosalega hægar þessi yfirráðsvötnin. Hann er ekki mikla líkur að því. Hér er stýring fyrir þetta og við sjáum að það er ýtt á startnappin hérna. Og þá fer Q11 hérna í gang og þessi tímaliði hérna, þannig að sjálfvendan kemur hérna inn og tímaliðin séð síðan að skipta hérna pínu astnalegt sko. Ég er ekki alveg ánægður með þessa tekningu en hann skiptir í rauninni af sjáu þið af 13 yfir á 15. Því stjórnar venjulega með tímalið? Já, tímalið. Ég er miklu hrifnar af þessar tekningu, miklu meira uppáldi hjá mér, að því hér er víxlsnertan sem að við erum vanir að sé í tímalegunum, sko, tímalega, og þá skiptir víxlsnertan hérna af 13 yfir á 15 og gerir það í rauninni eðlisfræðilega ómögulegt að báðir geti verið í gangi í einu. Það er samt svona auka hérna, öryggi hérna, sjáðu þið. Og þessi þarf að vera slöknaður áður en að þessi kom inn og svo öfugt, þeir geta ekki verið báðir inn sem alltaf má ekki gerast. Samt eiginlega kannski óþarfi hérna þessar tvær snertur hérna. En við megum ekki gleyma því heldur að þessi teknika er frá aðalega sem að selur rafbúnað. Þannig að hann er ekkert að spara. Ég er miklu hrifnar af þessari tekningu. Stýrir oss yfir allsvörnir hérna á allt sko. Ok, skrólum aðeins áfram. Svo kemur hérna, sjáu þið, automatic reversing star delta switches. Sem þess að snúningsáttaskiptir og stjörnuþrýnings. Og það er enginn að fara fram á það að þið munið þessa tekningu. Þið getur alltaf bara alltaf flett upp í All About Motors. Veit hún? Þetta er náttúrulega eitthvað svona PDF bók sem er gott að hafa í símanum eða ekki. Ég geti ekki treyst í að geta að googla þetta. Nei, ég prófaði. Já. Það er rosalega margt sem þið eru komnir hérna að læra hjá mér sem ég geti bara ekki að googla. Þið eru bara að verða meiri sérfræðingar heldur en Google og gera greinin sko. Þannig að fá svona leyni ég væri brendur á hérna báli ef að ég kemur með þessar bækur hérna fyrir þetta er svona galdrabækur, eða ekki? Það er einhverjum árum. Og þannig þetta er stjörnuþrýningsversing pluss snúningsáttaskipti? Já, það er náttúrulega sko hægt að setja bara snúningsáttaskiptin hérna bara fyrir ofan. Já. Þannig að þú var einhvern rétt að passa rauð eða ruglaða. En hérna það myndi náttúrulega kosta 5 seguliða. Það er hægt að koma stað með 4. Það er einhver búinn að tekna það fyrir okkur hérna. Þeir eru að spara pening fyrir okkur. Já, hvað er að pæla? Já. Yfirráðsvörnin hér 0,58 þá að það ekki og svo framvegis. Og svo er hérna stýring fyrir það. Og svo er hérna smá í þessu sko, sjáu þið að það er ítt hérna á hnapp 1 sem er þessi hérna
þá er hnappur nummer 1 líka hérna. Þannig að það er að loka sér þá opnast hér. Það er sem sagt 2 snertur undir hnappinum. Þarna kom sölumaðurinn aftur inn. Selja 2 snertur, það fyrir eina. Og svo er alveg hérna, ef það er eitt á hina snúningsáttina, þá opnast þessi og þessi lokast. Og núna sakna þess að vantar hérna víksnertu pælinguna hérna eins. Þetta er sko changing direction, rotation without exertion of the zero. Sem sagt án þess að íta á 0 fyrst. Þú getur skipt þessi teknika þannig að þú getur skipt núna án þess að íta á stoppknappinn fyrst. Og hvað er þá næsta tekning? Hvað var það manna? Já, hérna hann á undan. Changing direction, rotation, after exertion. Það er sem sagt hérna þarf að íta á stoppknappinn fyrst til þess að geta skipt snúningsátt. Og þessi fyrir aftan þá þarftu þess ekki. Hvort við það? Ég meira á það, ég bara hvort þetta ekki, mér er alls saman. En þetta er náttúrulega sikkvort. Það getur náttúrulega skipt máli hvort að maður þarf, hvort maður vill. Hvort maður vill þurfa að íta stoppknappinn fyrst. Eða hvort það má bara skipta átt. En hann byrjar alltaf, þú veist, 73, hann byrjar svolítið að gíra sig niður. Svo aftur á stað,